Utanríkisráðherra Bretlands lagði áherslu á mikilvægi Íslands til að tryggja öryggi og eftirlit á norðurslóðum þegar hann kom til Keflavíkur í dag. Utanríkisráðherra Íslands vill styrkja samstarf ríkjanna. Umfangsmikil leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að manni sem þar sást á sundi. Björgunarskip hefur verið kallað út og einnig þyrla Landhelgisgæslunnar. Margir sem keyptu í nýliðnu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Meirihlutinn heldur þó enn hlutabréfunum sínum. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur dæmt tollastefnu Donalds Trump ólöglega. Stjórnvöld fá 10 daga til að draga tollana tilbaka. 50 Grindvíkingar hafa gert samning við fasteignafélagið Þórkötlu að gista í bænum í sumar. Blásið verður til hátíðar helgina þar sem sjómannadeginu verður fagnað. Gott kvöld. 10 ára drengur lést í gær þegar dráttarvél rann fram á háum bakka og hafnaði ofan í Hvítá í Árnessýslu. Drengurinn fannst skömmu eftir slysið og var úrskurðaður látinn á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á tildrögum slysins en sú vinna er á frumstigum. Bænastund verður haldin í Hrunakirkju klukkan 8 í kvöld. Leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til síðan á 5. tímanum í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, á fiskislóð. Alexander, hefur leitin borið eitthvað árangur? Nei, Birta, maðurinn er enn ófundinn. Það töluvert viðbragð hér við fiskislóð hér fyrir ofan mig sveimar þyrla Landhelgisgæslunnar og það eru björgunarbátar í sjónum. Baldur Ólafsson, aðgerðarstjóri hjá lögreglunni, hann hérna hjá mér, hann stýrir aðgerðum lögreglunnar. Já, Baldur, hvernig svona miðar þessari leið? Ja, hún bara ennþá í gangi og hefur tekið smá breytingum og á líklegast þetta að taka frekari breytingum. En þeir sem stjórna því bara að meta það út frá sjávarföllum og straumi. Þið fáið þarna tilkynningu, já, hvenær fáið þið þessa tilkynningu? Ég rétt upp úr 4:30 og það fara allir viðbragðsaðilar af stað, virkjum allar bjargir og það leitarsvæði hefur verið hérna bara fyrir aftan okkur til að byrja með en er svo að færast hérna út fyrir tankana. Það náttúrulega bjart í alla nótt, getið haldið leitinni bara áfram? Já, þetta verður bara endurmetið af þeim sem að stjórna köfuninni og eins og staðan núna þá bara höldum við áfram að leita. Við höfum þetta ekki lengra í bili, segjum þessu loki hérna frá fiskislóð. Takk fyrir það, Alexander Kristjánsson. Þið fylgist áfram með og við flytjum fréttir af leitinni á RÚV.is. En David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, kom hingað til lands í dag í stutta vinnuheimsókn. Eftir skoðunarferð öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli fundaði hann með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Og Oddur Þórðarson fylgdist með á kantinum og á öryggissvæðinu. Já, Oddur, hver ástæða þessa fundar? Já, það svona aðalega til þess að styrkja samstarf þessara tveggja ríkja og til þess að ræða öryggis- og varnarmál sem eru nú í brennidepli mjög mikið þessi misserin. Líka til þess að ræða málefni norðurslóða, til þess að ræða málefni Úkraínu og Gaza. Þannig að það var farið víðan völl og vegna þess að viðfangsefni fundarins var meðal annars öryggis- og varnarmála þá var nú kannski viðeigandi að hann hafi verið haldinn hérna á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Hér svona mikið varnartengda innviði og mikil uppbygging þeim tengd verið síðustu misseri og verður kannski ekkert láta á því svona á næstunni, til dæmis miðað við orð forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur í Brussel í gær á fundi með framkvæmdastjóra NATO. En við skulum muna það þegar að David Cameron, forsætisráðherra Bretlands þáverandi, kom hingað til lands 2015 á fund Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þáverandi forsætisráðherra, þá var jarðvarmi mikið í deiglunni og það svona var leynt og ljóst markmið fundarins að ná einhverjum samningum jarðvarma, koma íslensku jarðvarma til Bretlands og við spurðum bæði Lammy og Þorgerði Katrínu í dag hvort að eitthvað slíkt héngi á spýtunni, hvort að væri svona eitthvað sem byggja baki þessu fundu. Við skulum sjá hvað þau sögðu. Iceland is an important NATO partner. We value very much the hugely important coordinating role that is played by the facilities here in Iceland, where many allies come together to patrol the Arctic waters together. What we see here is Russia's shadow fleet
circumventing sanctions, trying to, and fueling the war in Ukraine. We also see submariner activity from Russia, and it's very important that NATO allies continue to work together to keep us all secure. And so Iceland plays a very important role, and it's great to be here with the Iceland Foreign Minister as you discuss these important strategic defence and security issues. Hvað rædduð á þessum fundi? Við ræddum margt, við ræddum meðal annars gríðarlega góð samskipti sem á milli ríkjanna, þetta vinasamband á milli Bretlands og Íslands með bara að styrkjast og það bara eitt að David hafi brugðist svona hratt við mínu boði, það bara nokkru dagar síðan, ekki 2 vikur, sýnir það að það mikill fókus á að styrkja enn frekar samband ríkjanna, enda það mikilvægt að líkt þenkjandi þjóðir standi saman á þessum tímum. En þegar utanríkisráðherrar mætast þessa dagana, þá má nú gefa sér að Úkraína og Gaza séu meðal umræðefna, það ekki? Jú, mikil ósköp og við einmitt ræddum þetta bæði við Þorgerði og við Lammi í dag. Við svona reyndum aðeins að sauma að Lammi varðandi Gaza. Það hefur verið yfirlýsingar komið frá stjórnvöldum þar stríðið á Gaza að undanförnu. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Your government recently threatened the Israeli government with action should it not cease its recent offensive in Gaza. Has that call been answered, or is now the time for action? Well, the latest reports is that we may be approaching a ceasefire that is long overdue. I think the whole global community has watched with huge concern the suffering, particularly of children in Gaza. We need a ceasefire accepted by Israel and Hamas. We need to see those hostages returned. The only way out of this is a diplomatic political solution that gets us to 2 states. And I've been absolutely clear on that, and I'll continue to work with allies on seeing a secure and safe Israel, but also 2 states where Palestinian people have the dignity of a place that they can also call home. Does that mean action? The UK has taken action. We've had to suspend arms sales to Gaza. We've increased our humanitarian aid, of course, to the people of Gaza. And just a few weeks ago, I signed a memorandum of understanding with Prime Minister Mustafa of the Palestinian Authority. So we will continue to act to bring this war to an end. Og ætlar breski utanríkisráðherrann að stoppa hérna lengi? Nei, Birta, hann bara nýfloginn aftur heim. Hann kom frá Noregi og stoppaði síðan hérna í Íslandi og bara nýfarinn aftur. Þau Þorgerður líka í útsýnisflug með þyrlu Landhelgisgæslunnar og ætluðu að fljúga hérna yfir Reykjanesskagann og svona virða fyrir sér útsýnið, en þurftu að snúa við nánast eiginlega leið og fóru í loftið af því að það kom útkall og þyrla Landhelgisgæslunnar þurftu að fara, væntanlega þá útkall sem að voru fluttar fréttir af hérna rétt á undan og kannski láni í óláni að þyrlan var í gangi og algjörlega til reiðu þegar að kallið kom. En Lammi farin á landi brott og þá er kannski komið tíma að við bara segjum þetta gott tíðan, Birta. Kæra þakki fyrir þetta, Oddur Þórðarsson. Og við snúum okkur að öðru. Nauðgunum og öðrum kynferðisbrotum beitt sem vopni í innrásarstríði Rússlandshers í Úkraínu. Laganemi segir mikilvægt að rannsaka málin þrátt fyrir að alls sé óvíst hvort hægt verði að sækja brotamenn til saka. Ríkissaksóknari Úkraínu hefur skráð rúmlega 150–500.000 stríðsglæpi síðan 2014. Hluti eru tilkynningar kynferðisofbeldi hermanna Rússlands gegn konum, körlum og börnum. Diana Jarova, laganemi frá Sumy í Úkraínu, brautskráðist frá Jafnréttisskóla Háskóla Íslands á dögunum. Nemendur koma frá þróunarlöndum, átakasvæðum og löndum sem þeirra byggja upp eftir stríð. Í lokaverkefni sínu fjallaði hún það hvernig Rússland beitir kynferðisofbeldi í Úkraínu og leiðir til að sækja grunaða til saka. According to the General Prosecutor's Office information, 322 cases were registered in Ukraine. But according to United Nations data, these cases are 10–20 times more. Flest brotana voru framin á þeim svæðum sem Rússland hefur hertekið. Og Jarova segir þau geta fallið undir skilgreiningu á stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni.
Unfortunately, we don't have access and we don't have enough information, and so we understand that the amount is bigger than what we have now. Jarova telur hægara sagt en gert að sækja grunaða til saka. Hún segir betra að alþjóðlegur dómstóll, eins og alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag, rannsaki málin frekar en dómstólar í Úkraínu. Þó séu brotalamir í alþjóðakerfinu sem sýnir sig meðal annars í því að þrátt fyrir að alþjóðlegi sakamáladómstóllinn hafi gefið út handtökuskipun á hendur Rússlandsforseta, hafa hann heimsótt Mongólíu sem eigi aðild að sáttmála dómstólsins. Það sé þó ekki útilokað að einn daginn taki ný stjórnvöld við í Rússlandi og því mikilvægt að safna sönnunargögnum og halda umræðu á lofti. Heilmikil velta síðustu daga með hlutabréf í Íslandsbanka bendir til að margir sem tóku þátt í útboði hafi selt, segir hagfræðingur sem athugaði samsetningu hluthafalistans. Kaupendur séu þá líklega fagfjárfestar sem fengu lítið sinn hlut í útboðinu. 31.000 manns keyptu hlutabréf í Íslandsbanka, rúmlega 10% fjárráða Íslendinga. Konráð Guðjónsson hagfræðingur fór yfir listan og miðað við hve mörg eftirnöfn enda á son eða dóttir greinilegt að karlar voru í miklu meiri hluta. 2/3 kaupenda voru karlar og 1/3 konur. Karlarnir keyptu líka fyrir hærri upphæð en konurnar að meðaltali eða fyrir 3 milljónir á meðan konurnar keyptu fyrir 2,5. Aldursdreifing var ójöfn en endurspeglar meðaltekjur en þær eru hæstar frá 50 til lífeyrisaldurs. Helmingur hlutabréfa í einstaklingshlutanum, A-bókinni, fór til fólks á aldrinum 50 til 69 ára. Þetta náttúrulega áhætta að taka þátt í svona útboði og það hefur reynda komið vel út fyrir það sem gerði það núna. Þannig að það skiljanlegt þá kannski að þeir sem eigi minna sé að taka minna þátt. Segjum sér svo að sá sem keypti fyrir 1 milljón króna í bankunum og borgaði 21. maí hafi ákveðið að selja bréfin sín í gær. Það var brúttóhagnaður hans rúmar 100.000 krónur og sama má segja þann sem að kannski keypti fyrir 2 milljónir króna í bankunum og ákvað að selja í gær. Hagnaðurinn hans rúmar 200.000 krónur og ef einhver hefur keypt fyrir 20 milljónir sem var hámarkið og 8 bréfin í viku, selt þau í gær, þá hefur hagnaðurinn hans verið rúmar 2 milljónir króna. Þetta auðvitað allt svona gróflega áætlað. Serð þú eitthvað á sölunni síðan að þetta gekk í gegn á þessari viku að fólk hafi bara ætlað sér að selja strax? Já, það hefur verið heilmikil velta með bréfin í Íslandsbanka og mjög mikið af litlum viðskiptum svona með hvað almennt gengur og gerist, þannig að það bendir til þess að margir hafi verið að selja en mér sýnist góður meiri hluti af þeir sem tóku þátt ennþá bara að halda á bréfunum. Lífeyrissjóðirnir sem allir eiga í fengu 40% í útboðin í Íslandsbanka 2022 en lítið núna. Svo virðast mögulega erlendir fjárfestar verða að kaupa, segir Konráð. Bæði Arion banki og Íslandsbanki vilja samrunaviðræður við Kvikubanka. Ég finnst mjög líklegt að það séu þá já, einhverju svona fagfjárfestar eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir. Það eitthvað sem að þessir hluthafar núna sem voru að kaupa Íslandsbanka ættu að óttast? Nei, ég sjálfu sér ekki sko. Þetta náttúrulega allt bara á fyrstu stigum. Alþjóða viðskiptadómstóll í Bandaríkjunum dæmdi umfangsmikla tollastefnu Donalds Trump forseta ólöglega í morgun. Tollana tilkynnti Trump með viðhöfn 2. apríl og fengu öll lönd heims 10% toll en fjölmörg mun hærri tolla. Ísland var í hópi þeirra sem lagður var á 10% tollur. Dómurinn segir að Trump hafi farið út fyrir valdsvið sitt þegar hann notaði neyðarlög til að setja tollana á. Hópur fyrirtækja í Bandaríkjunum höfðaði málið og hefur Bandaríkjastjórn 10 daga til að draga tollana tilbaka. Málinu verður að öllum líkindum áfrýjað. Efnahagsráðgjafi forsetans segist sannfærður að niðurstaðan verði þá þeim í hag. But Trump does always win these negotiations because we're right that America has been mishandled by other governments, that our tariffs are taking them to the table, and they're coming in with massive concessions, opening up their markets to our products and lowering their tariffs on us. And so this trade negotiation season has been really effective for the American people. Ungur Grindvíkingur ætlar 100% að búa í bænum þegar hann verður stór og ammans ætlar að verða gömul í Grindavík. Tugir bæjarbúa hafa gert samning að fá að sofa á fyrrum heimilum sínum í sumar. Bæjarhátíð hefst á morgun og bæjarstjóri segir mikilvægt að halda í hefðirnar. 50 Grindvíkingar hafa gert hollvinasamning með gistingu við fasteignafélagið Þórköllu sem heimila þeim að gista í fyrrum eignum sínum í sumar.
Markmiðið að fólk haldi tengslum við bæinn og auka líkurnar á að það flytji þangað aftur þegar það talið öruggt. Þið gistu hérna í nótt? Já. Aldrei betra en hér. Ha. Og þetta hluti á þessum hollvinasamningi sem þið og fleiri hafi gert? Já. Og það var akkurat í gær sem við máttum byrja að gista. En skiptir þetta miklu máli? Að gista? Já, það skiptir máli að fá að gista því að við erum að máta okkur við bæinn. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Ég sé framtíðina fyrir mér hérna í Grindavík sko. Ég ætla að vera gömul í Grindavík, það er alveg öruggt sko. Gistið oft í Grindavík? Já, mjög oft. Saknaði þess að búa hérna? Já, mjög. Af hverju? Bara. Það var svo stutt í allt og nú Keflavík svo langt í allt. Það er miklu stærri bærinn. Sérðu fyrir þér að búa í Grindavík þegar þú verður eldri? Já, 100%. Og það er svo mikilvægt skref fyrir okkur. Býðum mig vel hérna eða er þetta ekki fyrir mig? Þannig að fólk bara reynir á það sjálft og það eru fjölmargir að hugsa í þessa áttina. Og ég sá bara hérna í gær að þá voru flutningabílar að koma með, það var verið að koma með rúm og ýmis stót í hinn og þessu hús og það var ákaflega gleðilegt. Ég hitti svolítið að fólk í gær og það er alveg bara gríðarlega gaman og hvað fólk er svona vongott og ánægt með að fá að taka þessi skref. Bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti hefst í Grindavík á morgun. Skipin eru komin í hátíðabúning og sumir kom í bæinn til að dytta húsum og görðum fyrir sjómannadagshelgina. Góðan dag, Fannar. Sjálfur þessu. Það verður að sinna vorverkunum. Já, það verður að reyna að gera þetta svona sæmilega snyrtilegt fyrir Sjóarinn síkáta. Þið hafa nú gjarnan gert svolítið mikið úr þeirri hátíð. Já, þetta hefur verið bara með stærri bæjarhátíðum landsins og mikið í hennar lagt. En skiptir það máli fyrir bæjarfélag sem hefur tvístrast eins og ykkar að halda í svona hefðir? Já, það skiptir mjög miklu máli. Og einhvern veginn öll tækifæri sem að gefast bara til þess að hittast fyrir Grindvíkinga, þau eru kærkomin og... Verður kosið til sveitarstjórnar hér í Grindavíkurbæ næsta ár? Ég ætla að vona að það verði þannig. En við vitum auðvitað ekki hvernig náttúran ætlar að fara með okkur í framhaldinu. Við verðum að sjá til en vonandi þá verður hægt að kjósa hér með venjulegum hætti. Þetta er sveitarfélag eins og áður. Við ætlum að hætta að trufla hérna vinnandi menn. Það er gaman að sjá okkur og verðum svo bara velkomin núna helgina ef þið eigið þess kost til okkar. Takk fyrir það, Fannar. Takk sömuleiðis. Uppnám varð í vor þegar baktería sem veldur hringroti í kartöflum var ranglega greind í öllu útsæði og sala var stöðvuð að ósekju með tilheyrandi tjóni. Mikil vinna og skipulag liggja að baki því að tryggja landsmönnum hreint útsæði, laust við sveppi og bakteríur. Í Hornafirði er gróðrarstöðin í Dilksnesi og þar eru bændur stórtækir í að rækta stofnútsæði fyrir aðra kartöflubændur. Á vorin er lykilstund til að tryggja hreinleika útsæðisins. Ráðunautur er komin með tilraunaglös og í þeim eru litlar dauðhreinsaðar kartöfluplöntur, vefjaræktaðar í næringargeli á tilraunastofu Matís. Það byrjar á því að það er tekin vaxtabroddur úr kartöflu og hann er ræktaður í dauðhreinsuðu umhverfi og við það að rækta það þannig að þá er verið að búa til útsæði sem er laust við alla sjúkdóma. Ef að maður tekur bara útsæði aftur og aftur og þá safnast upp sjúkdómar í kartöflunum, vírusar og bakteríur og sveppir og þarna erum við semst að hreinsa alla óværu úr kartöflunni. Þetta er í gróðurhúsinu fyrsta sumari, síðan setjum við þetta niður í jörðina næsta sumar og við ræktum þetta í 4 ár áður en þetta kemst til kartöflubænda. Í vor greindi Matís bakteríu sem veldur hringroti í öllu útsæði landsins, líka í Dilksnesi og var öll sala útsæðis stöðvuð. En greiningin reyndist röng því vottuð rannsóknarstofa í Eistlandi greindi ekkert og sala var heimiluð aftur. Og þá gátum við selt okkar en ég held að aðrir kartöflubændur sem verða að selja á opinn markað hafi stórtapað á þessu. Þeir voru settir í stopp og gátu ekki selt neitt og þar af leiðandi urðu þeir fyrir töluverðu tekjutapi og þegar að leiðréttingin kemur að það væri raunin ekkert hringrot í gangi að þá er raunin sölutímabilið nánast afstaðið og lítil sala eftir í mörkuðum. En áfram gakk og árleg vinna við að endurnýja útsæðistofnin með hreinum plöntum heldur áfram.
Sko í haust þá líta plöntunar kannski svona háar og komnar pínu lítil ber undir plöntunar. Og þetta eru svona formaður sem að landsmenn borða 2030. Þá verður þetta komið á markað út í búð. Og þá að veðri. Á morgun verður svipað veður og var í dag. Vindur breytilegur og fremur hægur. Skýjað með köflum og allvíða skúrir, einkum síðdegis, og geta skúradembur orðið nokkuð öflugar inn til landsins. Hiti 7 til 13 stig að deginu. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Annað kvöld spilar Ísland gegn Noregi í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á glæsilegum heimavelli Rosenborg í Þrándheimi. Þetta eru falleg lítið, svart og hvítt og ég fílaði þennan völl alveg og mér líður mjög vel. Heil umferð var spiluð í bestu deild karla í fótbolta í dag. Toppslagur var á Ísafirði og óvænt úrslit urðu í Kópavoginum. Og eitt Íslandsmet í sundi féll á smáþjóðleikunum í Andorra. Íþróttir hér eftir augnablik. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Utanríkisráðherra Bretlands lagði áherslu á mikilvægi Íslands til að tryggja öryggi og eftirlit á norðurslóðum þegar hann kom til Keflavíkur í dag. Utanríkisráðherra Íslands vill styrkja samstarf ríkjanna. Umfangsmikil leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að manni sem þar sást á sundi. Björgunarskip hefur verið kallað út og einnig þyrla Landhelgisgæslunnar. Margir sem keyptu í nýliðnu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Meirihlutinn heldur þó enn hlutabréfunum sínum. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur dæmt tollastefnu Donalds Trump ólöglega. Stjórnvöld fá 10 daga til að draga tollana tilbaka. 50 Grindvíkingar hafa gert samning við fasteignafélagið Þórkötlu að gista í bænum í sumar. Blásið verður til hátíðar helgina þar sem sjómannadeginum verður fagnað. Það var þetta upptalið hjá okkur þennan uppstigningadaginn. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á RÚV.is. Takk fyrir samfylgdina, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Þetta fór greinilega af stað sem einhvers konar djók. Moses í mynd. Íslensk heimildamynd hljómsveitina Moses Hightower, þar sem fylgst með sveitinni við upptökur á plötunni Lyftutónlist sem kom út árið 2020. Ítalskar héraðskrásir. Kokkurinn Nisha Katona kynnist matreiðslu í ýmsum héruðum Ítalíu. Á ferð með mömmu. Þegar móðir Jóns og helsti áhrifavaldur hans fellur frá, verða algjör umskipti í lífi hans. Með uppáklætt líkið af henni í aftursætinu og hundinn Brésnef sér við hlið, tekst hann á hendur ferð þvert yfir landið til að uppfylla hennar síðustu ósk.